Komið þið sæl og velkomin í Kvöldmóla, næst síðasta þátt vetrarins. Síðasti þátturinn á áætlun 20. maí næstkomandi, sem dagurinn fyrir uppstigningadag. Þá stendur aldeilis mikið til. Við ætlum að vera í beinni útsettingu frá Food Station í Borgarnesi og það verður hljómsveitin Bland sem að leikur undir og skemmtir skrilnum. Fáum mögulega gest í sal, fáum gest í sett. Þetta verður eitthvað virkilega gott partí. En nánar það síðar, í þætti kvöldsins, ætlum við að fá hana Díönu Dóru Bergmann Baldursdóttur til að koma og syngja fyrir okkur lag. Díana Dóra keppir fyrir hönd Óðal í söngvakeppni Samfés sem að verður með óhefðbundu sniði í ár. Hún verður send út, upptökur af lögunum verður sendar út á RÚV 22. maí, minnir að það sé á UngRÚV. Kynnið ykkur það betur og endilega fylgist með Díönu. Hún ætlar að koma eftir og syngja lag í lok þáttar. Við fórum líka í göngutúr Borgarnes og sáum fólk sem svona hreyfa sig og svona í útiveru. Tekkuðum aðeins á mannlífinu. En gestur þáttarins Dr. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Dóra sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá landlæknisembættinu. Hún líka kennslustjóri diplómanáms í jákvæðri sálfræði við Endurmenntun Háskóla Íslands. Við hringdum í hana og í gegnum netið og spurðum hana aðeins út í starf embættisins. Já, hún komin til okkar, hún Dóra Guðrún. Dóra Guðrún, velkomin í ekki fjarsettið. Takk kærlega fyrir. Og þakka kærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að tala við okkur. Mér langar að byrja á, að því eins og ég kynnti þið, þú ert náttúrulega sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá landlæknisembættinu. Já. Þetta náttúrulega þrískipt embætti, það náttúrulega eftirlitið með heilbrigðisstarfsemi, sem svona fyrsta sem manni kannski dettur í hug þegar maður hugsar landlæknisembættið. Það eru sóttvarnir sem ég held að hvert mannsbarn þekki ágætlega núna. Einmitt. Og síðan það sviðið sem þú fer fyrir, sem lýðheilsusvið. Já. Hvert svona almennt í venjulegu árferði? Hver starfsemi lýðheilsusviðs hjá embættinu? Já, kannski líka bara gott að sóttvarnir eru líka lýðheilsa, þannig en það svona ákveðin, það eru svona varnir við smitsjúkdómum, en við á lýðheilsusviðinu erum meira að huga að svona heilsueflingu og kannski forvörnum gagnvart sjúkdómum sem smitast ekki. Þannig að nú erum við meitt, eins og þú segir, við erum orðin svo miklu sérfræðingar í smitvörnum og forvörnum gegn smitsjúkdómum. En í rauninni höfum við upp á síðkasti náð dálítið góðri svona stjórn á smitsjúkdómunum og komin lyf og bólusetningar og allt mögulegt svona sem að hjálpar okkur þar. En þegar kemur að sjúkdómum sem eru ekki smitbærir, það er svona langvinni sjúkdómar, þá svolítið öðruvísi aðferði sem þarf að fara og til þess að í rauninni koma í veg fyrir þá sjúkdóma og oft og tíðum þetta líka sjúkdómar sem fólk að lifa með allt lífi. Það ekki bara að þú ert með sjúkdómin eða ekki, heldur þetta eins og hjart- og æðasjúkdómar, geðsjúkdómar og annað sem ekki svona klift og skorið eins og smitsjúkdómanir. Þannig að, og við erum líka bara í rauninni að vinna að almenni heilsueflingu, ekki bara það, fólk í rauninni vill meira heldur en að vera ekki með sjúkdóm. Fólk vill lifa innihaldsríku og góðu lífi og þá erum við í rauninni með fókusin svolítið á hvað heilbrigði og hvernig getum við eflt heilbrigði. Þannig að mikill fókus í okkur heilsuefling. Við erum að vinna svona nálganir heilsueflandi leikskóli, heilsueflandi grunnskóli, framhaldsskóli, vinnustæðir og eldri borgarar og heilsueflandi samfélag og vinna með sveitafélögum. Hvernig maður skapar aðstæður í samfélaginu til þess að í rauninni gera fólki auðvelt að lifa innihaldsríku, heilbrigðu lífi sem veitir veljan. Svona lífsgæði. Og núna á tímum þessa faraldar sem gengur yfir og er að ganga yfir, hvað hafa verið helstu verkefnin ykkar núna á þessum tímum? Já, við erum einmitt að settum saman sviðið svona 10 heilræði á tímum koronaveiru. Á sviðinu okkur vinna næringafræðingur og sérfræðingur í hreyfingu, áfengis- og vímuvörnum og í geðrækt og ofbeldisforvörnum, sjálfsvígsforvörnum. Þannig að við settum svona saman hvað það í rauninni sem að einmitt vísindin segja. Hvað segja rannsóknir það? Hvað efli andlega, félagslega og líkamlega heilsu? Þannig að það bara númer 1 bara að hlúa vel að sjálfum sér og öðrum í kringum sig og þetta að finna þessi heilræði inn á bæði inn á heilsuvöru og inn á vef embætti landlæknis
það að vera þakklátur fyrir það sem við höfum, að reyna að hugsa svolítið hugarfarið, hvernig getum við ekki bara dottið niður í áhyggjurnar og erfiðleikana heldur í rauninni að huga svolítið að því góða og finna þakklæti fyrir það. Nú það skiptir máli að borða hollan og góðan mat, gleyma því ekki tapa sér í einhverju óhollustu, að hreyfa sig og það er eitthvað kannski sem að mjög ánægjulegt að sjá að við erum með einhver svona vísbendingar um það að Íslendingar hafa verið að hreyfa sig meira núna eftir að COVID byrjaði og sérstaklega kannski þeir sem voru ekki að hreyfa sig áður. Kannski einhverjir sem voru að hreyfa sig mjög mikið eru kannski ekki að hreyfa sig alveg eins mikið en það virðist vera fleiri séu að hreyfa sig og einhverjir líka vísbendingar um að það sé kannski ekki þannig í öllum löndum en það eigi allavega við Ísland, þannig að það er mjög gott. Nú, svo náttúrulega svefnin alveg gríðarlega mikilvægt og Alma landlæknir hefur bara oft minnst á það að ef það væri hægt að setja áhrif svefns í eina pillu þá væri það mjög vinsæl pilla. En það er bara getum ekki ítrekað nóg oft hversu mikilvægt það er að hafa góðar svefnvenjur til þess að ná nægum svefni því að það verður allt auðveldara ef við sofum nóg, bara bætir ónæmiskerfið og hefur svo gríðarlega jákvæð áhrif meðan það verður allt erfiðara við okkur vantar svefn. Nú svo hefur við líka verið að benda fólki á að nota ekki svona óheppilegar aðferð, heldur einhver að finna uppbyggilega leiðir til þess að takast á við mótlæti og áhyggjurnar og þá algjörlega að forðast það að nota áfengi eða tóbak til dæmis til þess að sem einhver svona bjargráð. Það er alls ekki gott að heldur í rauninni finna einhverja aðrar betri leiðir til þess að takast á við áhyggjur, leiða og kvíða. Nú svo hefur náttúrulega verið að benda á mikilvægt að sína samfélagslega ábyrgð og það er virkilega áhugavert svona svolítið samfélagsleg tilraun sem við erum að ganga í gegnum þar sem við höfum núna sett okkur sjálf kannski aðeins til hliðar og verið tilbúin að færa ýmsar fórnir svona fyrir okkar frelsi til þess að taka ákvarðanir með það í huga að vernda heilbrigðiskerfið okkar og vernda þá sem eru svona viðkvæmastir. Og það er svolítið áhugavert að hugsa, getum við gert meira af þessu og það er líklega þarf einhver svona inngrip og við erum stundum svolítið hrædd við það, fólk verður bara að fá að ráða sig sjálft og erfitt að vera með einhverjar reglur, það er bara að forræða sig ekki en við sjáum það vel að það getur verið mjög dýrmætt og bara umferðarreglur er líka dæmi það að við setjum einhverjar reglur, það er einhver hætta þarna úti í umferðinni og við erum tilbúin sem samfélag að fara eftir umferðarreglum, stoppa á rauðu ljósi og þá fækkum við slysum og dauðsföllum og gerum þetta með líka með COVID-19 að við erum tilbúin að breyta aðeins venjum okkar til þess að fækka smitum og fækka dauðsföllum. Og svo kannski bara, hvað erum við tilbúin líka til þess að gera, til þess að vernda viðkvæma hópa þegar kemur að áfengisneyslu og annað, því við vitum að við erum öll almannavarnir, við erum öll barnavernd og við erum öll eitt samfélag og þurfum að hugsa svolítið, hvað viljum við taka út úr þessum tímum, Og svo við vorum með þarna svona 3 ráði viðbót, það er að halda áfram að læra, að sérstaklega ef að verkefnin eru færri að reyna að finna sér eitthvað, maður detti ekki í bara einhver svona einhvern doða bara, alls ekki að vera með einhverja pressu á fólk að það þurfa að vera að mastera einhver ný verkefni, heldur bara að það er mikilvægt að vera í virkni og halda heilanum gangandi líka, það er gott og þannig ef maður hefur auka tíma sem maður veit ekki hvað að gera við að halda áfram að læra. Mikilvægt að sýna góðvild og samkennd og rannsóknir að sýna það að gefa af sér, það er náttúrulega veitur öðrum veljið en það hefur meiri áhrif á okkur sjálf heldur en meiri aðra. Og svo kannski er mikilvægastu skilaboðin að reyna eftir fremsta megni að njóta þessa augnabliks, að vera sem mest í núinu því meira sem við náum að vera í bara núinu, bara þessari stundu, því minna er af áhyggjum, yfir framtíðinni eða einhver svona eftirsjá eftir einhver í fortíðinni, að í flestum tilfellum þá ráðum við bara dálítið vel við akkurat þetta augnablik og við getum minnkað mjög mikið vanlíðan með því að auka bara athyglina á þessu augnabliki sem við erum
og líka bara að vera, að njóta þess að vera, ekki alltaf að vera að gera eitthvað, heldur stundum á bara að vera og njóta. Það sem ég tek út úr þessu núna er að leysa krossgátu með ömmu sinni í dag, í núinu. Já. Er það ekki? Þannig myndi ég rammyndin. Já. En þetta nú aðeins flokknar þetta. Við ætlum að taka okkur smá hlé núna. Við ætlum að kíkja, við fórum í göngutúr í Borgarnesi. Fórum aðeins að sjá hvað fólk að gera mitt í núinu. Því að fólk eins og Dóra benti á, fólk að hreyfa sig og fólk svona ditt að heima á sér og við ætlum að taka eitt göngutúr. Komum strax aftur. Góðan daginn. Hvað segir þá? Góðan daginn, ég segi bara gott. Hér er verið að ditta bjössa. Það er sko fínt efni komið í þetta. Já. Maður finnur ekkert notað eins og bjössi notaði í gamla daga. Nei. Það er ekki í appelsínukassa lengur? Nei. Hver hefur umsjón með vellinum í dag? Það er bara bærinn, Borgarbyggð, Ámundi og starfsmenn bæjarins bara. Og þið eru hér að gera gott fyrir sumarið, það er bara klárt, alltaf vera klárt í fyrstu gesti. Hvenær klárið þið störf hérna? Við vonandi bara fljótlega í næstu viku. Glæsilegt, þá sendum við alla hingað. Já, endilega. Takk, gangi ykkur vel, við ekki að trufla meira. Góðan daginn, ertu á heilsubótagöngu? Já, ég er á heilsubótagöngu. Ertu vönið að labba? Er þetta svona eitthvað afleiðing af samkomubanni að þú takir hringinn? Ég er alltaf reynt að labba svolítið. Núna reyni ég að fara klukkutíma á dag. Áttu þér einhverja sérstaka leið sem þú ferð? Já, ég fer hérna hringinn, yfir brúna hérna bak við Landnámsætrið og þar upp og svo upp Þórólfsgötu. Tek svona rúnt nesið. Þetta er dásamlegt í svona veðri. Það er það, alveg hreint, frábært. Takk fyrir og ég ætlum ekki að trufla þig meir. Góða ferð. Góðan daginn vinkonu, heilsuganga? Já, við erum alltaf heilsugangu. Eru þið að koma úr einangrun eða sóttkví? Nei, hvort? Hvernig heldur það að væri að vera með eitt svona í einangrun? Heldur að hún myndi þola það lengi? Einangrun? Nei, það var mjög erfitt, sko. Hún er ekki inni lengi einn, sko, og svo var út, sko. Nei, hvað þarf hún mikið að hreyfa sig þessi? Hún? Við fyrir svo klukktíma á dag. Falleg skepna? Já, hún var krútt. Herðu, bara góða skemmtun. Við sjáumst bara í næsta göngutúr. Já, fyrir það. Hvað er það? Sælir ekki, hvað, ef að æfa fyrir eitthvað sérstakt? Já, Vesturgötuna, ég allavega og svo Reykjavík marathon. En þú? Ég er bara að æfa mig að draga hann áfram. Já, tókuð þetta upp í samkomum að fara að hlaupa? Eru þið kannski reyndir? Já, það er lengri saga. Ég sé að þið eigið allavega flandragalla. Já. Ég reyndar ekki mínum, en... Það er merki ákveðna fagmennsku. Algjörlega. Duttla ég þessu í, 10 ár? 10 ár, já. 10, já. Vel gert, þegar ég get ekki að trufla meira. Haldið áfram svo þið slitnið ekki. Sælir. Strákar, er verið að leggja í hann? Já, svo sannarlega. Hún er að draga gamla kalli með þér? Já. Á svona bát, hvar farið þið helst? Eru þið hérna í sjónum eða farið eitthvað í árnar í kring eða vötnin? Við förum bara alltaf trissur. Ég var nú bara að fara hérna út, en það er þetta að fara bara út allt á þessu, sko. Óhætt að fara hvað sem er? Já, held ég. Eru góða ferð og góða veiði? Já, gaman að þessu. En við erum komin inn aftur í settið og við erum með á línunni, á netinu, við erum með hana Dóru Guðrúnu Guðmundsdóttur, sviðsstjóra lýðheilsusviðs hjá Landlæknisembættinu. Þú ert þarna ennþá, Dóra? Já. Herðu, mér langaði núna aðeins að ræða við þig, af því að ég var aðeins að skoða svona þinn feril í sálfræðinni. Já. Og þú hefur nálgast sálfræðina aðeins öðruvísi heldur en kannski maður fyrst, svona, mann er fyrst dettur í hug. Það fyrsta sem mann er dettur í hug þegar maður hugst talaði sálfræði
er til þess að leysa vandamál og leysa vanlíðunar vandamál. Þú nálgast hana hinum megin frá, svona, hvernig getum við aukið vellíðan frekar en hitt? Segðu okkur aðeins frá, hver munurinn á því að nálgast hlutin á þessa tvo vegu? Já, þessi nálgun hefur verið kölluð jákvæð sálfræði og jákvæð sálfræði bara sálfræði. Hún er einmitt með, nálgunin svolítið öðruvísi heldur kannski við erum svolítið vön í hefðbundni sálfræði, að það var komin, og ekki bara kannski sálfræði, heldur líka bara það sem við erum að skoða manneskjuna og hvað hún að gera, að það hefur verið rosalega mikil tilhneiging til að skoða, hvað að hérna, þú veist, hvernig ætlum við að laga þetta, svona frávik, þú veist, einhver miðja og frávik frá miðjunu, hvað að, hvað vandamál og hvernig lögum við það. Meðan að jákvæða sálfræðin, fólk vill meira heldur en vera laust bara við vandamál, svona eins og við bara nefndi með þunglindi, fólk, ef þú ert að glíma við þunglindi, þá vill fólk meira heldur en að losna bara við þunglindsenginin, það vill lifa innihaldsríku góðu lífi og sálfræðin það var ekkert mikið af rannsóknum á því, það veist, hinu frávikinu þá veist bara hvað einkenni fólk sem líður vel og gengur vel, þegar ef við stefnum að því, þá verðum við að hafa rannsóknir á því líka. Við getum ekki byggt á rannsóknum á sjúkdómum. Við verðum að vita, hvað leiðir til þess. Og það raunin það sem jákvæða sálfræði snýst að vera, þú veist, með að skoða með svo sama hættu og við skoðum vanlegan, með bara sömu rannsóknaraðferðunum, að skoða hvað einkenni fólk sem líður vel og gengur vel. Og það bara, og hvernig getum við miðlað því? Hvernig getum við innleitt það í skólana, og bara vinnustöð og annað og það í rauninni mjög svipuð hugmyndafræði og heilsueflingin í lýðheilsunni. Þannig að þetta bara mjög, ég með sálfræði í grunninn og svo tek ég doktor í lýðheilsu sem í rauninni með þennan fókus, þannig að jákvæða sálfræði heilsueflingar fókus. Og þannig að við erum að reyna átt okkur á því, hvað þarf til þess að fólki líði vel og hvað getum við þessi samfélag gert til þess að skapa þessar aðstæður, þannig að fólk hafi tækifæri til þess að líða vel og bara eins og við köllum að í jákvæða sálfræðina að ná að blómstra, bara í leik og starfi. Og eru til dæmis einhver tækifæri í mótlæti? Getur það gert til hamingju saman? Það var nefnilega, þegar ég byrjaði, ég kláraði sálfræðina, svona BA í sálfræði og var ekkert vissi að halda áfram, fór svo að skoða rannsóknir á þess að þegar ég var að vinna geðorðunum 10 og átti að koma með það, við heyrðum hvað einkennir fólk sem að líður vel og gengur vel og fyrir að skoða þessar rannsóknir, þarna gjörsamlega heillaðist ég bara af þessum vellíðunar fræðum og hamingju rannsóknum og sérstaklega þarna rannsókn sem sýndi að hamingjusamasta fólki, þeir fóru á staðna fyrst 1960 með fyrstu hamingju rannsókn og allir heldu að fólk sem hefði átt þægilegasta lífið, ekkert mótlæti að vera hamingjusamast. En svo bara tilgóta kolfjall, allir sem voru hamingjusamastir höfðu gengið gegnum eitthvað mótlæti. Og nú vitum við það að gangi gegnum mótlæti gerur okkur ekkert bara sjálfkrafa hamingjusöm. Það sem þau áttu sameiginlegt var að takast á við mótlæti á uppbyggjandi hátt. Og það kannski það sem svo áhugavert að sjá og reyna að finna út hvað það. Og þegar við skoðum hvað þættir hafa mest áhrif á hamingju, þá það félagsleg tengsl og stuðningur. Þannig ef að fólk nær að fara og rækta þetta svolítið og í gegnum mótlæti og það eins og það líka bara í mótlætinu nái að aðeins að stoppa og kannski spyrja sig hvað það sem virkilega skiptir máli í lífinu. Og það kannski ekki, þú veist, að vinna svona rosalega mikið auka til þess að fá smá aukapening til þess að kaupa sér hluti sem veita svona tímabundna gleði, heldur í rauninni fátt að það bara, þú veist, það að finna einhverja sátt við mig og hvað það sem að mig langar að gera í þessu lífi og það eins og það ná einhverju kannski að breyta svolítið fókus. Já, þannig að þetta ekki bara að vera hoppandi jákvæði fyrir öllu sem gerist, þetta að ná að tilheyra einhvern veginn og hafa einhvern tilgang í lífinu. Já, og einmitt það með gott, þú veist, alls ekki að vera hoppandi jákvæðri við mótlætun, þetta svo frábært þetta mótlæti og alls ekki upplifun en neikvæð tilfæðing að hoppa bara og hlæja og bara gera grín, heldur, það svona það talað tilfinningahugrekki, að vera með hugrekki til þess að geta verið með tilfinningunum sínum þó að það séu erfiðar og finna sáttin en ekki við að berjast á móti þeim. Það hjálpar okkur í gegnum það. Og svo bara einmitt til nokkuð sem í jákvæði sálfræðinni þá kallar áfallaþroski. Það miklu þekktara áfallastreituröskun. En svo allt eins og það fullt af fólki sem verið gegnum áföll og það ekki bara eins og það sé svona, að það nái að
að halda sér á sama stað, heldur sumir einmitt ná bara meiri veljan og líður betur eftir og það er það sem að þú þroskast, þú í rauninni kemur út sterkari eftir áfalli og það gerur ekki með því að ignora og horfa framhjá öllum þessum erfileikum heldur að þora bara að takast á við það, þora að stundum bara allt í lagi að vera bara að finna fyrir sorg yfir einhver sem að misti eða reiði eða broti á manni og bara og svo líka bara að því oft verið að tala að maður verið að vera bestu útgáfan af sjálfum sér, ég vil segja bara stundum bara allt í lagi að vera ágætis útgáfa af sjálfum sér, það er bara allt í lagi og vera sáttu við það, þetta er bara fínt. Ekki verið einhverjum svona fullkomnunar leit og alltaf þurfa besta alla hluti, heldur bara, finnum ró og kannski það svolítið áhugavert einhvern veginn í þessu mótandi sem við erum í núna, sem COVID, að við höfum líka verið einhvern veginn svona þvinguð í það að fara í svona hægari gír. Og ég heyri það þegar ég að tala svona í mínum svona kollegum sem eru klíníski sálfræðingar, það er fullt af fólki sem er búið undir miklu álagi og alveg svona að barmi þess svona einhverjar kulnunar, því lifum miklu betur núna, miklu minni pressa. Þú veist, líka bara þarf ekki að vera alls þar, þarf ekki að vera að gera svona mikið, heldur bara að vera aðeins meira og það er bara mjög áhugavert. Akkurat. Og þetta er, mótlætið getur skapað, þeir segja þetta lyftingakallarnir sko og konurnar, að það er mitt, vöðvinn verður stærri og sterkari þegar rifnar aðeins. Það er alltaf aðeins verið að rífa hann sko, þannig byggir hann upp. Það þarf alltaf aðeins það þarf að vera smá mótstaða. Og finna smá balans, það má ekki vera of mikið sko. Nei, mér langaði svolítið að tala að því að doktorsverkefni sem varði 2015 var það ekki? Já. Þar fjallaði nefnilega svona velíðan í kjölfar hrunsins 2008, svona í þrengingunum í kjölfarið af hruninu. Já. Er eitthvað sem við getum lært að því að nú framundan er ákveðin svona efnahagsleg áskorun, svo ekki verið nú meira sagt. Já. Er eitthvað frá þeim tíma sem þú heldur að við getum nýtt okkur og sem mun koma gagni á komandi misserum? Já, ég skoðaði með hamingju og veljan fyrir og eftir hrunið og það er náttúrulega tekjur til dæmis virðast ekki meira þess að fyrir og eftir en ekki hafa mikil, í rauninni ekki sterkt tengsl við hamingju en það skiptir ef við bara hugsa samfélag, það skiptir máli auðvitað ná endum saman. Það fólk sem nær ekki endum saman, þá náttúrulega það er bara alltaf svo þáttur sem bara sá hópur er alltaf óhamingjusamari heldur en fólk sem er með lægstu tekjurnar atvinnulaust, bara það ná ekki endum saman og það getur verið allir hópar, allir tekjuhópar, þannig að mjög mikilvægt að við sem samfélagi finnum leið til þess að hjálpa fólki að lenda ekki í fjárhagserfiðleikum. Það sem að skiptir samt mestu máli fyrir hamingjuna er þessi félagslegu tengsl og það sáum við svolítið, það var svolítið sláandi að sjá niðurstöður á rannsóknum á úlingum, á 15 ára úlingum og þetta er svona þýðist rannsókn, þannig að það er bara allir sem mæta í skólan þann daginn og hafa veitt samþykki sem bara 85% öllum úlingum sem svöruðu bæði, þú veist, 15 ára úlingar 2000, 2006 og svo 2009 og 2010, að það var bara aukningi hamingju á þeim. Og þeir þættir sem spáðu mest fyrir hamingju þeirra var samvera með foreldrum og umhyggja frá foreldrum. Maður veit þessi tími, hann hefur verið mikið tala hann skipti máli, varandi áhættu hegðun, það er nóg bara að vera með börnunum þínum og þá til þess að koma í veg fyrir að fara í dóp og vitleysu. En ef þú vilt einmitt meira en það, ef þú vilt að það verði hamingjusöm, þá er ekki nóg að vera bara með börnunum, heldur þarftu líka að veita umhyggju. Og það er kannski bara svo rosalega mikilvægt að við gefum okkur tíma í að veita börnunum okkur umhyggju, því þegar ég skoðaði hópinn, það voru 5% sem áttu erfitt með að fá umhyggju frá foreldrum sínum, þeirra hamingja fór niður. Þannig við vitum að þetta er svona verndandi þáttur í svona erfiðum tíma eins og efnahagsþrengingar eru og við sáum að til dæmis þetta fólk sem að mögulega, bara frá svona tölur frá Hagstofunni sem er svona foreldrar 15 ára barna, þau voru að vinna minna. Það þýðir minni þjóðarframleiðsla og minni hagvöxtur, en það er kannski bara getur verið gott af því að það var meiri hamingja, minni þá vandamál og af því það er líka kostnaðarsamt fyrir samfélagið og við hljótum að vilja meiri hamingju. Það sem var hins vegar, og ég upplifiði með þetta svona svolítið eins og erum upplifað núna eftir efnahagshrunið, að fólk væri að tengja, þú veist, hvað er það sem virkilega skiptir máli og ég var að vona á við að fólk hefði lært eitthvað, bara þetta er fjárfestum í tíma með börnunum okkar og verum með þeim en ekki bara, þú veist, í þessum auka tímum til þess að kaupa þessa hluti sem að gefa okkur bara einhverja skammtíma hamingju. Þess vegna var það mikil vonbrigði að sjá að
þetta einhvern veginn, við virtust ekki að hafa lært til langs tíma. Við vorum farin að sjá lægri og lægri tölur meðal hamingjubarna, þannig að foreldrar slaka, foreldrar ekki eins mikið, einhvern veginn í eins sterkum tengslum við börnin sín og ekki eins mikið einhvern veginn að, svona engin umhyggjan, þannig að við vorum að sjá til dæmis 2016 lægstu tölur sem séð síðan bara var að byrja að mæla hamingju og vonandi þá erum við búin að læra betur af þessu núna og sjá, þetta var ekki málið og að við lærum og virkilega tökum eitthvað gott á þessu, hvað það sem skiptir máli, þannig við lifum lífinu þannig að lifandi og sátt við og getum hortið líka baka, þegar við erum svo búin með það, þetta var bara nákvæmlega eins og mig langaði að lifa í lífinu, því að það virðist vera þegar fólk spurt svona að ef það eitthvað sem vil breyta, þá það oft þessi þættir, þessi félagslegu þættir, að vilja vera meira með börnunum sínum, rækta vini og fjölskyldu meira og njóta náttúrunnar kannski og svona, þannig að það væri dásamlegt ef við getum lært það og að njóta lífsins meira og meiri kærleika og umhyggju. Ég meðast það dásamlega orð sem að Vigdís Finnbogadóttir sagti að umhyggja og kærleikur allt sem þarf og ég held að það hjálpa okkur í gegnum þessar þrengingar og ekki bara koma í veg fyrir einhver vandamál, heldur gerir lífið okkar innihaldsríkara. Þetta eru frábær lokaorð, Dóra. Þakka þér kærlega fyrir þetta. Við ættum öll að taka þetta til okkar, látum okkur líða vel og tökum utan fólki í kringum okkur. Já. Þetta skiptir máli. Þakka þér kærlega og þakka þér aftur fyrir að gefa okkur tíma. Bara takk fyrir og bara bestu kveðri. Við biðjum að heilsa sögur. Takk. Takk. Bless. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. Wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from my past, as the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. Wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all,
'cause the writing's on the wall. The writing's on the How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. Wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. Wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you I have to risk it all, cause the writing's on the wall.